Góðan daginn. Góðan daginn. Daginn. Guðberg, ég heyri ekki í þér, þú ert á mute, já, þú ert á mute. Heyrðu núna í mér? Jep. Japs, glæsilegt. Óveðri gengið yfir, aftur komin blíða. Jæja, ágætu fundagestir, velkomin á þennan 8. fund Járngerðar á Teams. Hann verður tekinn upp og sendur á Víkufréttir eins og venju samkvæmt. Og mig langar svona til þess að byrja á því að hvort að Fannar geti kannski farið yfir með okkur varðandi Víðihlíð, hvort að búið er að lagfæra eftir skemmdir og svona hvernig eru áformin eftir því þeim viðgerðum er lokið. Ásælverði. Nei, það er ekki búið að lagfæra Víðihlíð endanlega og ég held að sé sjálfur sem fátt það að segja einhverja ákvörðun að hægt sé að fara að taka húsið í notkun. Það er sem verið rætt. Og svona nú hérna á fundunum sé og það er sem verið rætt svona kannski frekar óformlega ásamt með öðrum málum, hvenær tímabært gæti verið að ljúka svona frágangi þar og endurbótum og eftir atvikum að fara að nýta húsnæðið en það er ekki komið neitt lengra en það. Það var svo ekki ákvörðun það að leigja út og aðrar eignir aðrar íbúðir í eigu bæjarins og þær voru auglýstar og það komu nú færri umsóknir kannski heldur en að búast mátti við en engu að síður þá er búið að taka nokkrar af leigu en frekari ákvarðanir Víðihlíð hafa ekki verið teknar. Þetta er svona stutt útgáfa. Já, takk fyrir Fannar. Ásson, myndið þú vilja bæta einhverju við þetta? Maður er að heyra svona frá eldri borgurum að einhverjir séu svona byrjar að bera víurnar í íbúðir og svona, þannig að það hafa engar ákvarðanir verið teknar hvenær skal hefja útleigu aftur. Ég kannski bæti við þetta að það er sem sagt bara vinna í gangi í Víðihlíð og það er búið að ganga þarna frá gaflinum og komnar þarna brunavarnar eða útgangar sem að Einar Sveinn getur örugglega staðfest en við fundum við samfélagsnefnd núna í síðustu viku og þar kom hún Sirrí inn að fund til okkar og þá voru að tala að þetta verður líklega bara tilbúið áramót, afsakið, nú hringir Þórkatla í mig en já, og svo vorum við að tala svona hvort við séum að fara að leigja út svona í þessum svörtustu, svartasta skammdeginu í janúar og febrúar. Þannig að það var verið að horfa þess vegna til svona kannski mars. 1. mars, eitthvað svoleiðis. Eitthvað svoleiðis, já. En það er alveg rétt hjá þér, Guðberg. Fólk er einmitt farið að
óska eftir íbúðum. Já, einhverjum svörum eða einhverjum áformum. Já, ok. Takk fyrir Ásrún. Einar Sveinn, ég þá kannski staðfestir það sem Ásrún sagði, búið að taka út viðgerðir og útganga og öryggisleiðir og kannski í framhaldi af því að þú varst að taka út súkkulaðiverksmiðjum daginn líka og þannig að það er svona... Já, komið sæl. Já, það er ekki svo sem formulega búið að taka út Víðihlíð en það er rétt sem Ásrún segir og það eru konnar flottulegur og gaflinn er frágenginn, þannig að það er allt á réttri leið en það verður ekkert vandamála svo úttekt þegar hún fer fram, hún er ekki formulega lokið. Og svo var nú gaman að sjá að það er nú þá var skammdegið sig að hellast yfir og þá var alltaf eitthvað nýtt að gerist í Grindavík og alltaf meiri jákvæðni og gaman og ég var nú að kíkja óformlega á súkkulaðiverksmiðju sem er verið að opna og það er virkilega spennandi og vel gert hjá þeim aðilum að hefja starfsemi og hvet fólk til þess að kíkja á þau þegar það verður opnað. Ég held að allir stefna að opna fyrir jól, þannig að það er mjög jákvætt. Já, heldur betur. En nú hafa samningar viðræður staðið yfir vegna gæslu og umönnunar raunverulega öryggisgæslu hér í Grindavík ríkið. Er eitthvað frétt í svona umræðu? Já, það hafa staðið yfir samningar og það er ekki búið að skrifa samninga en það hafa náðst samningar og við höfum hafið viðveru. Við höfum eftirlit með flest öllu þau verkefni sem öryggismiðstöð var með á sín tíma. Þannig að það hófst núna 1. nóvember og verður öllu óbreyttu út 2026. Já, það er gott að heyra. Viltu bæta við einhverju? Já, þetta er svona liður í því að það er verið að gera samkomulag við ríkið rekstur slökkviliðsins. Og það er náttúrulega staðan svo núna hjá okkur að það er ekki slökkviliðið okkar eða mennirnir, þeir eru ekki búsettir í Grindavík, þannig að þetta er ekki útkallslið eins og verið hefur. Þegar að slökkviliðsmenn hafa verið vinnandi og búandi í Grindavík, þannig að það er fyrirliggjandi samkomulag sem er að vinna með komið svona mjög langt við ríkið. Þar sem að gengur út af það verður sem sagt mannað slökkvilið í bænum og vaktir staðnar þá bara stöðugt og það er það sem ég var að nefna líka. Slökkvilið gerir meira heldur en að sinna þeim lögregluskyldu sem er út að resti slökkviliðs og það sé alltaf í forgangi að þá er það meðal annars svona ákveðið eftirlit með bænum þar sem að aðrir eftirlitsaðilar er að stíga út og niðurstaðan er svo að kostnaðarskiptingin á milli ríkis og okkar er 70% af hálfu ríkisins og 30% hjá okkur. Þetta er kostnaður upp á 90-95 milljónir á bænum sem er svona nokkurn veginn á pari við það sem við greiddum fyrir rekstur slökkviliðsins áður en að koma að þessum atburðum öllum, svona horfum til áruna 2019, 20, 21 kannski. Og þetta er að lokametrunum og ég held að það sé ekki títi fyrirstöð að þetta verði klárað á þessum nótum. Takk fyrir það, Fannar og Einar. Þá langar mig svona kannski aðeins til þess að kasta boltanum til þín, Sigurður, hafnarstjóri. Svona samantekt frá höfninni fyrir októbermánuð. Já, sæl. Þið heyrið í mér ekki? Já. Ég ætla að séra bara strax skjalið sem ég var að vinna við. Sjáu það núna? Okay. Þetta er löndin í október og skoðum
október 25 þá semst landaður afli í kílóum 2.300.000 kíló eða 2.300 tonn tæplega. Í fyrra voru þetta 1.400 tonn. Svo sjáum við hvernig þetta hefur verið síðustu ár. Þannig að landaður afli í október í ár bara býsna góður samanborið við síðustu 5 ár. Við eigum alveg ár fyrir 2020 sem voru á þessu bili. Þannig að þetta bara býsna góður mánuður og svo ég með ég sá þetta í töfluformi og á þessari mynd segi ég og svo fjöldi landanna það kannski ekki alveg komið í það magn vantar litlu bátana inn í okkar búlju en stóru skipin hafa verið og eru ég kannski sýnir það hér sjá að þetta löndun í október og löndun per skip þannig að þetta eru frystitogarnir sem eru svolítið drjúgir bara býsna drjúgir og þannig að þetta við getum bara verið býsna ánægð með október í ár. Svo bara, hvernig gerir maður svona samanburð það hægt að gera þetta svo á margan hátt Getur vel verið að október, mánamótin hafi verið hentu og allt það Þannig að bátar eru að landa réttu megin við mánamót og annað slíkt En svona, ætli ég bara kom ekki með á næsta fundi eða þar næsta einhvern með kannski ársbasisinn. Það kannski nærtækara að horfa á það. En þetta nú ansi býsna góða tölur. Þannig að það hefur verið bara mikið að gera á höfninni í októbermánuði samkvæmt þessu. Já, hún ekki alveg rétt tafla það stendur 35, það var viðbót. Ég var ekki alveg búið, þessi mánuð þegar ég var að vinna þetta voru 40 landvæni Takk fyrir þetta, Siggi. Þá það Skarphéðinn. Ég tók eftir því að það hefði verið að opna nýja heimasíðu hjá Grindavíkurnefndinni og leikur forvitni á að vita svona að þú farir kannski aðeins yfir hana með okkur eða svona segir okkur frá því helsta sem á að vera þar að upplýsast. Skarphéðinn, heyrðu í mér? Hann ekki alveg Hann er on. Líka mute. Hann líka mute. Skarphéðinn, heyrðu nokkuð í mér? Nei, hann að horfa eitthvað annað. Segið mér varðandi ég tók eftir því á fundagerð innviðanefndar. Siggi, þú ert formaður hennar líka. Að þar var fjallað niðurrif og förgun fasteigna í eigu Þórkötlu. Hvernig hvað var rætt þar? Það svo sem kemur ekki miklar upplýsingar vegna fundagerðarinnar, þannig að þú getur kannski farið aðeins yfir málið með okkur. Já. Flestar eignir eru náttúrulega í eigu Þórkötlu sem eru skemmd eða altjónaðar og undanfarnar vikur hefur bara verið svona verið að vinna samkomulag við þá aðferðafræðina og það alveg að held ég bara að komast á lokabonk hvernig það mun líta út. Síðan verið að vinna samhliða bara rammasamning sem að það sem að öðrum eigendum verður boðið og Þórkötlu boðið að ganga inn í þegar þar kemur varðandi niðurrifin. Þannig að þetta ætti að einfalda þá verkferlana fyrir þá sem ætla að fara í niðurrif og það verður þá svona eitthvað svona heildarpakki og heildarsýn á verkið
hvernig við förum í þetta og reyna svona, að einfalda hlutina fyrir fólk sem að allra fara í þetta. En það ekki langt í að við getum farið að sýna á spilin. Þannig að það svona verið að vinna í þess á fullu og rekna með kannski að þetta frestist í vetur eða verður, þú kannski getur ekki sagt okkur neitt meira alveg strax. Nei, ekki alveg á stötu. Nei. En Kvennó, einhverjar skemmdir þar? Ég sé alltaf fleiri og fleiri svona límborða þar. Veistu eitthvað ástandið á því? Var það ekki bara, ég hélt að það hefði ekki skemmst neitt. Nei, Siggi Karls hann ekki á hundinu. Hann væri þá maður til að svara því, sko. Ég veit ekki. Þá býðum við með það. Skarphéðinn. Varst þú nokkuð hérna? Mér fannst að Skarphéðinn verið að segja hann hefði ekki hljóði hérna hjá sér og vissi að fara á fundinu í jafnvel, hann komin aftur. Varst þú að heyra í þér Skarphéðinn núna? Nei, eitthvað hann ekki alveg tengdur. Það einhver sem að vill koma einhver á framfæri? Ég kannski bið þig, Otti, ég sé að þú ert mættur. Það var aukið viðbragð hjá björgunarsveitinni vegna færðar og óveðursspána á þriðjudaginn, minni mig. Var eitthvað sem að þið þurftuð að bregðast við þar? Já, nei, það var bara þegar mest óveður átti að skella og datt bara frábært viður, bara logn og sást til sólar og bara þvílíkt fínt, þannig að það var bara, menn var bara sendir heim og allir bara glæðið með það, sko. Já, frábært. Það var bara mjög fínt. Það var bara gott, já. Og náttúrulega kannski þú áttir góða grein í gær á samfélagsmiðlum. Þessu tengt að stór afmæli slysvarnadeildarinnar Þorbjarnar. Jú, það passar. Hættilega komin á það. Það var Björgunarsveitin átti 95 ára afmæli í gær og nokkuð merkilegur áfangi og eitt af því svona að því þetta nú bara félagsstarfa þá settu okkur auðvitað þau markmið að hvað við ætlum að gera og hvernig ætlum að halda áfram í þessu og markmiðið allavega að halda 100 ára afmæli, sko. Þannig að það 5 góð ára eftir allavega, sko. Þannig að það ágætisfréttir, sko. Heldur betur. Stór áfangi á flottri björgunarsveit og sem hefur heldur betur þurft að takast á við alls konar uppákomur og kannski að Gunnar Tómasson, að því ég sé að hann myndi vilja kannski aðeins upplýsa okkur starfi sveitarinnar svona áður fyrr. Nú það heldur betur breyst, nú það bara eldgosa og svoleiðis útköll, það var eitthvað annað þegar þú varst formaður? Já, við fengum allavega ekki eldgos. En fyrsta verkefni hjá mér var einmitt eldgos. Þá fór ég til Vestmannaeyja með björgunarsveitinni og voru þar í viku að moka vikri og flytja möblur og svoleiðis. Og svo náttúrulega kíktu ofan í gíginn líka. Já, þannig að það endaði nú með því að því við fengum nú brælu þegar við sigldum frá Þorlákshöfn til Vestmannaeyja og urðu margir sjóveikir, að þá ákváðum við að húkka okkur far á flugvellinum. Þarna 2 félagar. Og við komumst þannig, ætluðum að komast til Reykjavíkur en komumst aldrei nema til Hellu og þar húkkuðu okkur bíl og þá var einhver hænsnabóndi sem var að flytja hænurnar sínar til slátrunar á Selfoss og við sátum í hjá honum, ég á kössunum aftur í og félagi minn þarna fram í. Þannig að þetta var heilmikil ævintýri allt saman hjá okkur. Nei, en starf sveitarinnar í gegnum tíðina er alltaf búið að vera eins og allir vita í Grindavík. Það er mjög öflugt og sérstaklega núna síðustu árin og Otti kann nú best að segja frá því, sko. Já, við höfum verið lánsam og eins og ég segi, það er ekkert láta á nýliðun í sveitinni þrátt fyrir þessa erfiðu tíma.
Það er alveg ótrúlegt að segja frá því, af því að þetta hefur verið mikil áskorun og fæstir búa hér eins og er og hafa gert síðustu 2 árin, þannig að það er verk að vinna fyrir okkur, heldur betur, að reyna að fá fólki aftur heim. Rétt, má ég aðeins kannski spyrja átt að því hvernig var ekki Vegagerðin, var ekki búið að gera samning við Vegagerðinu það þarna í óveðrinu daginn að ryðja báðum megin frá, þannig að það bara alla leiðir til þess að hafa það opið ef eitthvað kemur upp á. Jó, það hefur ekkert breyst frá því í rauninni þessar rýmingaráætlanir voru gerðar á sín tíma að þegar það er ákveðið ástand eins og er núna þá á að tryggja allar flóttaleiðir út úr bænum. Það er ekki bara Grindavíkur, það er Suðurstrandarvegur og Nesvegur líka og það var ekki nægilega vel að staðið að því núna í vikunni, sko. Það er alveg á hreinu. Ok, þannig að það þarf aðeins að skerpa á því. Já, það er að gera það. Já, það var misbrestur á að fólk kæmist hér til og frá, það er bara nokkuð ljóst mál. Meiri segja Grindavíkurvegurinn var erfiður á tímabili. En Dagmar, nú er að sigla í nóvember og hvernig fór svona sumarið og haustið hjá þér varðandi gistingu og nýtingu? Sumarið var frábært, bókstaflega frábært í alla staði. Við bjuggumst alls ekki við svona góðum bókunum, það yrði svona fullt og það myndi ganga svona rosalega vel, þannig að það var alveg frábært. Síðan fyrir svona 2 vikur síðan þá bara datt allt, eða leið og play fór á hausinn, þá datt allt niður og núna er bara ekkert að gera. Kvöldreyndar eru einhver herbergi en í gær vorum við lokað og miðvikudag og fimmtudag ætlum við að hafa lokað. Maður reyna að nýta tímann til þess að vera að græja og gera og laga gistihúsið, fínpússa og svona. En annars, já, við erum bara bjartsýn en það er mjög, mjög rólegt og eitt sem ég hef heyrt aðra líka tala ekki bara í Grindavík, þá er ekki mikið að koma af svona bókunum líka fram í tímann. Það er ekki mikið að koma núna í janúar og febrúar sem ætti venjulega vera að koma, þannig að við vonum að það breytist bara næst þegar gís. En já, annars bara erum við bjartsýn og erum alveg á fullu að reyna að gera þetta kaffihús. Frábært, gott að heyra. Er einhver sem myndi vilja koma einhver á framfæri? Skarphéðinn, þú heyrir ekkert ennþá í okkur? Ég held ekki. Þá er þetta bara í sjálfu sér tæmt það sem ég var með, nema einhver vilji tjá sig eitthvað málefni eða spyrja eitthvað sem ég geti þá tekið næst. En ef það er enginn sem gefur mér merki þá segi ég bara þakka ykkur fyrir, fundi slitið og við sjáumst næsta mánudag. Verðið bless.